Good afternoon. Góðan daginn. Good afternoon. Hallelujah. Góðan eftirmiddag. How are you supposed to follow that? Hvernig á maður að fylgja þessu sem undan er gengið? Amen. When God shows up like that, I just sit down. Say, thank you, Lord. Þegar Guð mætir á sviðið, þá bara sest ég niður og segir bara takk drottinn. I want to thank you, Brian, for the word. Straight after the prayer, you just confirmed what God put on my heart. Þakkaði Bragi fyrir orðið sem þú komst með. Það var akkurat staðfest eitthvað því sem að Guð hafði lagt mér á hjarta. So we're going to see what God's going to say today because I have no clue. Þegar við ætlum að sjá til hvað Guð ætlar að segja í dag því ég hef ekki hugmynd. Amen. Amen. Right. Let's pray, brother. Skulum biðja. Heavenly Father, we surrender ourselves before you. Drottinn, við auðmýkjum okkur frammi fyrir þér. We are your vessels. Við erum kér þín. Speak through us. Talaðu í gegnum okkur. Everything you once said. Allt það sem þú vilt að sagt verði. Only what you once said. Aðeins það sem þú vilt að sagt verði. And as you wanted said. Og eins og þú vilt að verði sagt. Open our hearts and minds to you today, Father. Og opnaðu hjört okkur og huga frammi fyrir þér í dag. That we will hear what you are saying to us. Að við mættum heyra hvað þú ert að segja til okkar í dag. There will be no misinterpretation. Það verður engin misskilningur. It will be crystal clear. Það verður alveg kristaltært. And your word will be like that two-edged sword. Og orð þitt verður eins og þetta tvíeggjaða sverð. Piercing through bone and marrow. Sem að smígu milli innstu fyrstni sálar, anda, liðamót og mergjar. And you will be glorified in this place. Og þú verður gerður dýrlegur hér á þessum stað. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 You are loved. Þið eru elskuð. You are loved. Þið eruð elskuð. It doesn't matter what you've done. Það hefur ekkert með mála að gera hvað þú hefur gert af þér. It doesn't matter what you think you're going to do. Eða það sem þú heldur og munir gera. For God so loved the world, he sent his only begotten son to save you. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann sendi sin eigin son til þess að frelsa þig. And it doesn't matter how many times he's going to pick you out of the miry clay. Það hefur ekkert með að gera hversu oft hann þarf að kippa þér upp úr forinni. He's going to get in there again and pull you out. Hann mun stiga aftur í pittinu og draga það aftur. It doesn't matter if it's 1, 2, 3, 20 times. Það skiptir ekki máli þótt þess að einu sinni, tvisvar eða 20 sinnum. He's going to get in there and be with you. Hann mun mæta á staðinn og vera með þér. He spared nothing. He sent his son for you. Hann hélt engu aftur. Hann sendi sin enga son. If he's willing to pay such a price, ef hann tilbúinn að greiða það hátt gjald, then there's nothing he won't do to get you. Og þá það ekkert sem að stendur í vegi fyrir því að hann muni ná til þín. Nothing. Ekkert. No matter what you do. Það skiptir ekki neinu máli hvað þú gerir. All sin. Öll synd was taken on the cross. Var neld á krossin. It was nailed to it. Hún var neld á krossin. Jesus' blood cleansed us all from that. Og blóð Jesú hreinsa okkur öll. It's done. Það fullkomna, það þegar gert. And if you only get anything today, know this. Ef þú nærð ykkur hér í dag, þá skaltu ná þessu. Jesus loves you. Jesús elskar þig. Jesus absolutely loves you. Jesús ómótstæðilega elskar þig. Unconditionally. Það án nokkura skilyrða. Unconditionally. Algjörlega án nokkura skilyrða. Not that you think you're a good person. Ekki að þú haldir að þú sett eitthvað merkilegt plagg. You're not. Þú ert það ekki. The Bible tells me I'm not a good person. Biblían segir mér að ég ekki góð manneskja. So that's nothing to hide. Það ekkert að fela þar. But what I am is loved. En það sem ég að ég elskaður. With so much love, as vast as an ocean. Það þvílíkur kærleikur eins og heimsins höf. There's no measure that you can put on it. Það það ómælanlegt. He loves you. Hann elskar þig. He so loves you. Hann elskar þig svo ómótstæðilega.
Doesn't matter if you've been to jail, Það skiptir ekki málið þótt að þið setja í fangelsi if you've done drugs, eða verið á kafi í eiturlyfjum if you've been divorced. eða þú ert fráskilinn. Jesus still loves you. Jesús elskar þig þrátt fyrir það. There's no sin that his work on the cross does not cover. Það engin synd sem að krossin hylur ekki. You can look at whatever you think is the worst thing in the world. Þú getur einblínt á það sem þú heldur að sé það versta í heiminum. All who call upon his name Allir sem að ákalla nafn hans will be saved. munu hólpnir verða. We will see them in heaven. Og við munum sjá það á himnum. We will see them in heaven. Og við munum sjá það á himnum. You see, the question is Þessi að spurningin whether you'll be smelling like fire when you get to heaven, hvort þú lyktir eins og brunarúst þegar þú kemur til heimna or you'll be smelling rather fresh. eða hvort þú verður vel lyktandi. The Bible tells us there's some of us who will be getting into heaven as those who are escaping through the fire. Og Biblían segir okkur að sum okkar munum vera eins og við vorum að koma úr brennandi eldi. I prefer we all got there the same way. En ég kýs frekar að við komumst þangað öll á sama hátt. We don't need to experience that. Við þurfum ekki að fara í gegnum þá reynslu. Sibba started the year Pastor Sibba byrjaði árið. telling us how important the word is. Hún byrjaði að segja okkur hversu mikilvægt orð Guðs Because it gives us everything we need to know for life and godliness. Því að það gefur okkur allt það sem allt til að læra réttlæti og til að lifa guðlegu lífi. If you're thinking or believing or hearing something or reading something that's outside of these pages, Ef þú ert að heyra eitthvað eða lesa eitthvað sem fyrir utan blaðsíðurnar í Biblíunni, I would encourage you to stop that podcast. þá hvet ég til þess að stoppa bara þeirri vitleysu. Stop that teaching. Hættu að glugga í þá kennslu. Focus your time on the word. Eyddu tíma þínum og einblíndu á orð Guðs. There's so much dross in the world. Það svo mikið alls konar úrraki í heiminum. This church is doing this. Þessi kirkja að gera þetta. Oh, these oaks are doing that. Og þessi að gera þetta þarna. You know what? Vitið þið hvað? I'm really not interested. Ég bara svo nákvæmlega saman. What is God saying to us? Hvað Guð að segja til okkar? Us, personally. Til okkar persónulega. As a church, Marakirka. Sem samfélag, sem kirkja, smárakirkja. What is he saying this season has for us? Hvað hann að segja í þessari tíð fyrir okkur? The word says, seek first the kingdom of God and its righteousness. Biblíans kennir okkur að leita fyrst Guðs ríkis og réttlætis. And all else will be added to us. Og allt annað verður gefið auki. We don't need to seek things outside the word. Við þurfum ekki að leita eitthvað fyrir utan ritninguna. And what's happening in other churches won't affect me. Og það sem að gerast í öðru kirkjum, það hefur ekki áhrif á mig. If I don't let them. If I don't let them. Ef ég leyfi þeim það ekki. They'll only have an effect if I allow myself to listen to this. Það hefur aðeins áhrif ef ég leyfi mér að fara að hlusta á þetta. And waste my precious time. Og eyða dýrmætum tíma. Trying to process what they're saying. Til þess að reyna að sundugreina hvað þau að segja. No. Nei. Everything I need is here. Allt það sem ég þarf, það í ritningunni. It's in the word. Það í orðinu. If you read it and then you are anointed with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, Ef þú lest það, þú ert fylltur af heilugum anda, then pray and God will give you understanding. og þú biður og Guð, hann gefur þér skilningin. We don't need to be worrying with what's happening all over the place. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur hvað að gerast allt í kring. You have to work out your salvation. Þú þarft With að Christ Jesus. vinna að þinni sálu hjálp. My revelation is my revelation. Mín opinberun mín opinberun. And iron can sharpen iron. Og járn getur brýnt járn. Hence what Sipper preached last Sunday was so important. Og það sem Sippa var að predika síðast mjög svo mikilvægt. Who is in your inner circle? Hver í þínu minnsta hring?
What are they speaking to you? Hvað eru þeir að tala inn í lífi? Are they willing to tell you the truth? Eru þeir tilbúin að segja sannleikan? Because if they're not, Ef það ekki svo, they should not be in your inner circle. þá ættu þeir ekki að vera í þínum innsta hring. You need people that will tell you truth. Þú þarft á fólki að halda sem tilbúið að segja þér sannleikan. They're not going to hold back their punches. Og þeir eru geta að halda aftur af höggunum. Sometimes the truth hurts. Stundum sársaukafullt að heyra sannleikan. But in the truth we are set free. En það sannleikur sem setur þið frjálsan. Not in some mystic boffle. Ekki einhverjum mystískri sullum-bullu. But in the truth. Heldur í sannleikanum. And only the truth. Aðeins í sannleikanum. Nothing else. Það ekkert annað. So what are we doing? Og hvað erum við þá að gera? We have nothing to prove. Við þurfum ekki að sanna eitt eða neitt. Nothing to prove. Ekkert, nákvæmlega ekki neitt sem við þurfum að sanna. God knows your thoughts. Guð, hann þekkir alveg hugsanir þínar. Even before you verbalize them. Áður þú lætur það renna af tungunni. God knows them. Guð þekkir hugsanir. God knows every day of your life. Hann þekkir hver dag lífs þíns. He's gone before you and prepared good works for you. Hann hefur þegar farið á undan og fyrirbúið góð verk fyrir þig. So why are we worrying? Af hverju við þá að hafa áhyggjur? So true. What does it achieve? Hvað áorkar það? Everything you need for life and godliness is locked up inside Christ. Allt það sem þú þarft til lífs og guðrækni læst í að vera í Kristi. So how do we unlock the kingdom? Og hvernig opnum við Guðs ríkið? Faith. Trú. We have to live by faith. Við þurfum að lifa í trú. We cannot do it any other way. Það ómögulegt að gera það á nokkurn annan hátt. My good works don't open the kingdom. Góðu verki mín, þau opna ekki Guðs ríkið. Not going to happen. Það gerist ekki þannig. Me thinking I'm a good person is not going to open the kingdom. Ég haldandi ég sé eitthvað góð manneskja, það opnar ekki Guðs ríkið. Me spending hours and hours reading stuff that's happening in the world is not going to open the kingdom. Ég lesa alla fréttamiðla og hvað að gerast í heiminum. But me sitting down in the word En ég að setjast niður í orðinu and getting to know Jesus Christ og að læra að þekkja Jesú Krist and living by faith og lifandi fyrir trú as I see what God is doing þegar ég sé hvað Guð að gera and I get into that og ég geng inn í það and I believe what his word tells me. og ég trúi hvað orðið segir mér And if I'm lacking something, og ef mér skortir eitthvað, guess what? getur hvað? Just ask. Þá áttu bara að biðja. If I need a job, I need to ask my father for the job. Ef ég átt að vinnu, þá get ég beðið föður minn vinnu. If I'm sick, I need to ask my father to heal me. Ef ég sjúkur, þá bið ég föðurinn að lækna mig. Whatever it is, Hvað sem það he's given us everything we need for life and godliness. Hann hefur gefið okkur allt til guðrækilegs lífs. The pressure's been taken off of us. Það búið að taka alla byrðina af okkur. Am I saying we should not work? Ég að segja að þú ekki að vinna? No, the Bible tells me if a man does not work, he should not eat. Nei, Biblían segir mér að sá sem vinnur ekki, hann á ekki heldur að fá að borða. But I should not rely on my works. En ég á ekki að reiða mig á verk mín. Difference. Heldur ávextin. I have a portion. That's what the job will pay me, gives me, offers me. Og ég hef minn hluta, þetta það sem að vinnan mín veitir mér. But God's plan and purpose for your life may require more than that. En fyrirætlandi Guðs getur haft miklu meiri hyggju heldur en það. And he's going to provide it. Og hann mun sjá fyrir því. So we need to step out in faith. Þannig að við þurfum að stíga fram í trú. To fulfill it. Til þess að uppfylla það. You see, we are one body. Þið sjáum við einn líkami. But many parts. En margir hlutar. It doesn't mean that one part's better than the other. Það þýðir ekki að einn limur sé betri en annar. I mean, what can the thumb do without the eye? Hvað getur þumallinn afreka á þess að hafa auga? You know, Þið sjáuð? God has given all parts to the body. Guð hefur gefið alla limina á líkamann. And the body is only as successful Og líkaminn hann nær aðeins árangri samkvæmt
as every part is doing their part. Samkvæmt að hver limur að inna sína þjónust af hendi. He's given the apostles. Hann hefur gefið postula. He's given the evangelists. Hann hefur gefið trúboða. He's given the preachers, Hann hefur gefið predikara, the teachers, kennara, the people that will speak in tongues, fólk sem að tala í tungum those who will interpret the prophetic tongue. og sumir sem að túlka þetta tungutal. All these different gifts. Allar þessar mismunandi gjafir. And they're all for one purpose. Og það eru allar ætluð einum tilgangi. To train and equip the saints for works of service. Til þess að uppörfa og gera hina trúuðu hæfa. To enable us. Það er til þess að gera okkur hæf. To fulfill the calling and mandate on this local church. Til þess að uppfylla þá köllu sem á þessari staðbundu kirkju. Now, if we want to put our own agendas on this, En ef við ætlum að setja okkar eigin áætlanir fram fyrir það, then guess what? getur hvað? You're going to be stepping out in your own. Þá ertu farin að stíga í eigin mætti. It's not his anointing. Þá það ekki hans smurning. It's your own strength and understanding. Það er þitt eigið handafl. I don't want that. Ég vill ekkert svoleiðis. Not one bit of it. Ekki snefil af því. If it's not him doing it, Ef það ekki hann sem að standa að verkinu, I don't want any part of it. þá hef ég engan áhuga á því. Nothing. Ekkert, engan hlut af því. Nothing. Ekkert. God is calling you to do something. Guð að kalla þig til verka að gera eitthvað. Bring it to the pastor. Talaðu við pastorinn. She's the leading this body. Hún að leiða þennan líkama. She will pray with us. Hún mun biðja með þér. She will encourage us. Hún mun uppörfa þig. And if it's not of God, she will tell us. Og ef það ekki af Guði, þá segir hún þér frá þannig. Submission is not a bad thing. Þannig að þetta hefur ekkert slæmt í för með sér að hafa ykkur áætlun. It doesn't mean that we are empowering you less. Það þýðir ekki að við sem að veita þér eitthvað minni stuðning. We're protecting you. Við erum að vernda þig. You know, when the enemy comes, Þegar óvinnurinn kemur, it's important to know who's at the point that's getting the brunt of the attack. þá gott að vita hver stendur í stafnunum sem að fá alla árásina. My pastor. Það pastorinn. When the devil comes against us, Þegar óvinnurinn kemur gegn okkur, as a body of believers, sem líka með trúara, she's getting the brunt of the attack. þá stendur hún í skipstafninu. We need to hold her in prayer, Þá þurfum við að halda henni upp í bæn. that God protects her, Að Guð varðveiti hana. because she is standing for us. Þegar hún að standa fyrir okkur. We are blessed. Og við erum blessuð. I can tell you that we are blessed. Ég get sagt þér það svo mikið að við erum blessuð. Every other Sunday she stands up here and shares the heart that God is putting on there, the word that God's put on her heart. Og hvert sunnudag þá stendur hún hérna með orð það sem Guð hefur lagt henni á hjarta. No holding back. Og heldur engu aftur. How offensive it might be. Hversu móðgandi það kann að vera, She preaches it. þá predikar hún það. She's not here to win friends. Hún ekki hérna að safna einhverju vinum. She's here to make us more like Christ. Hún hér til þess að gera okkur líkar í Kristi. As we read and hear the word Þegar hún les og heyrir orðið. and apply it in our lives. Og við látum það samverka í líf okkar. It's futile to come here on a Sunday Það stórhættulegt að koma hérna á sunnudögum. to be fed from the pulpit. Að vera að fá fæðu úr púltinu. If we're not allowing that word to change us. Það orð sem til þess að breyta þér. How many of us have reviewed our inner circle since last week? And I don't want you to show me your hands. Þið þurfum ekki að reynda bendur. Hvað eru margir sem hafa kannað sinn innsta hring síðan þið heyrðu boðskapið síðustu helgi? But this is what God is doing for us. En þetta það sem Guð að gera fyrir okkur. He's changing us from one degree of glory to the next. Hann að umbreyta lífum okkar frá dýr til dýrðar. To be more like his son Jesus Að Christ. við ummyndumst í líkingu sonar hans. I've said it before and I'll say it again. Ég hef sagt þetta áður og ég skal segja þetta enn og aftur. God doesn't want the world to see Callum. Heimurinn vill ekki, Guð vill ekki að heimurinn sjái Callum. They don't need to see me.
Þau hafa enga þörf fyrir að sjá mig. They need to see Christ in me. Þau eru að sjá Krist í mér. The hope of glory. Það von dýrðarinnar. The patience, the grace, the mercy, the love. Þolgæðið, náðin, kærleikurinn. The things that God used to save me. Það eru akkurat hlutirnir verkfærin sem Guð notaði til þess að frelsa mig. Is what the world needs to see operating in and through me. Það það sem heimurinn þarf að sjá að samverka innra með mér. And God loves us so much Og Guð elskar okkur svo mikið that will not allow us to stay in our state of Egypt. að hann leifur okkur ekki að við séum föst í Egyptalandi. It's not going to happen. Það mun ekki verða. He will bring about change and transformation in our lives. Hann mun framkvæma breytingar og algjör umskipt í lífum okkur. Whether it's a difficult work situation, Jafnvel þótt að sé erfiðar kringumstæður. whether it's a terrible relationship, Eða þú ert í alveg ömurlegum samskiptum. or maybe it's just one of those people in your inner circle speaking the truth to you, Eða kannski þetta einn af þessum manneskju sem bara að tala sannleikann beint til því. that God uses to change you. Sem Guð notar til þess að breyta þér. It doesn't matter how he does it, Það skiptir engum máli hvað aðferð hann notar, hvernig hann gerir það. but his promise is he will change us. En loforðið þetta, hann mun breyta okkur. He will see the very work that he has begun in us be brought to completion. Sá sem byrjaði í okkur góða verkið, hann mun fullkomna það. He will. Hann mun gera það. Now the question is, En spurningin do we want to do it the easy way viltu auðveldu leiðina or the difficult way? eða erfiðu leiðina? You want to resist God? Viltu standa í gegn Guði? And I'm speaking from experience. Og ég að tala hérna mikilli reynslu. I can walk around the mountain again, Lord, Já, ég get bara labbað aftur í kringu fjallið, Drottinn. or I can learn. Eða ég get lært. What are you saying to me, God, in this situation? Hvað ert að segja til mín í þessum kringumstæðum? You see, God never promised that there would not be storms in your life. Guð lofaði aldrei að það eru aldrei stormar í lífið He þínu. never promised there would be difficult times. There wouldn't be difficult Hann times. lofar aldrei að það verði ekki erfiðleika tímar. But he did promise he will take you through them. En hann lofaði þér því að hann mun fara með því í gegnum þetta. He will take you to the other side. Hann mun fara með þig hinum handan við. So, Þannig að when we're in the boat, þeir voru í bátnum are we like those disciples? og við horfum á lærisveinina. Jesus, don't you care that we're dying? Jesús, þið bara skít saman að við erum bara að deyja? Oh, you have little faith. Og þið vantrúðu. I said we're going to the other side. Ég sagði, við erum að fara handan við. But we allow the situation, the event that we are in, En við leyfðum lífsins kringumstæðum sem við erum staddir í to work in our emotions. að hræra og espa upp tilfinningar okkar And from the overflow of the heart og frá gnægð hjartans comes a reaction og þannig mælir munnurinn and not a response. og það ekki rétt viðbrögð. This doesn't mean that you're a bad person. Það hefur ekki að gera, þú ert ekkert slæm manneskja fyrir þetta. We are still in the work in progress department. Þú ert bara undir verk, þú ert bara verk í vinnslu. You see, yes, as Christians we are perfect. Sem kristni þá segir orðið að við erum fullkomin. But that perfection is in Christ. En svo fullkomnun í Kristi. It's not me. Það ekki ég. I'm becoming like Christ. Ég að umbreytast líkt og Kristur I will make mistakes. Ég mun gera mistök. But it's how quick I react to I respond to my reaction. En ég þarf að bregðast við viðbrögðum mínum. How quick am I to say sorry? Hversu fljótur ég að fyrirgefa? That shows your heart is becoming more like Christ. Það sýnir að hjarta þetta að líkjast Kristi. You see, and we've got to be careful Við þurfum að fara varlega. that our past does not define our future. Að fortíðin okkar, hún ekki að skilgreina framtíð þína. That is done. Það búið að afgreiða fortíðina þína.
Draw the line in the sand. Settu línu í sandin. Write that past in the sand, as I preached the last time. Og skrifaðu bara fortíðina í sandin. And allow the waves to wash it clean. Og leyfðu öldunum að þvo þetta hreint í burt. Because that's what the blood of Christ has done. Því að það það sem blóð Jesú Krist hefur þegar gert. It's finished. Það fullkomnað. On the cross, it's done. Á krossinum var þetta fullgert. Your past is done. Fortíðin algjörlega yfirlokið. It does not define who we are in Christ. Hún ekkert að gera með að skilgreina þig hver þú ert í Kristi. It does not define how God is going to use us. Og hefur ekkert með að skilgreina hvernig Guð ætlar að nota okkur. We look at King David. Við horfum á Davíð konung. Samuel came to anoint him. Samuel kemur að smyrja hann. He's looking at all the brothers. Og hann horfir á alla bræðurna. Oh, much more bigger in stature. Allir miklu þrekvaxnari og stærri, hærri í vexti. Warriors. Þetta voru stríðsmenn. But God didn't want them. En Guð vildi ekkert með þá hafa. God wanted David. Guð vildi Davíð. A man with a heart after God. Maður með hjarta eftir Guði. Yes. So it's not, God chooses the foolish things of the world. Guð, hann velur það sem heimilur tilheyrir heimsku. To humble the wise. Til þess að gera hennu vitru kynróða. You see, it's not about what we can do. Þetta fjallar ekkert hvaða hæfileika þú hefur, hvað þú getur gert. It's about our availability to do it. Heldur það að þú sett aðgengilegu Guði til þess að framkvæma. You see, the gift and callings of God are irrevocable. Gjafir og kallanir Guðs án, þær verða aldrei afturkallaðar. They could be sitting there dormant. Þær geta legið þarna upp á hillu. But they're not gone. En þær ekki farnar. And then you say, God, I'm available. En síðan segirðu, Guð, ég til taks. Let me be your hands. Leyfðu mér að vera hendur þínar. Let me be your feet. Leyfðu mér að vera fætur þínar. Those beautiful feet that bring the good news. Því að það fagrir fætur fagnaðarbóðans. Let me be one that loves the lost. Leyfðu mér að vera sá sem elskar hina týndu. Let me be one that loves everyone unconditionally as you do. Leyfðu mér að vera sá sem elskar sérhvern án skilyrða. Let me be those that judge not the person. Leyfðu okkur að vera þeir sem að dæma ekki manneskjur. Loving the person unconditionally. Að elska manneskjuna án skilyrða. That doesn't mean we need to love the sin. Það þýðir ekki að við þurfum að elska syndina. We love the people. Við elskum fólki. Jesus is the one that changes. Það Jesús sem stendur í að umbreyta fólki. I can't change anyone here. Ég get ekki breytt nokkur af ykkur. Okay, I have enough of a challenge trying to change myself. Ég nóg með að reyna að breyta sjálfum mér. But I know if I open myself and avail myself to Jesus, En ég veit að ef ég opna mig fyrir Jesú, He will change me. þá breytir hann mér. And I need to bring people Og ég þarf að færa fólk to til meet hans Jesus. til þess að hitta Jesú. Because only in Jesus will we reach our full potential. Því aðeins í Jesú náum við fullnaðar takmarkinu. I consider myself quite a good finance person. Ég svolítið góður í fjármálum. But I'm nothing outside of who I am in Christ. En ég ekkert fyrir utan það sem ég í Kristi. Because the grace and the mercy with which He makes me to operate in my role Því að náðin og miskunni sem hann leyfir mér að starfa í hlutverki mínu, cannot be underestimated. það ekki hægt að vanmeta það. So Jesus is not just on a Sunday. Jesús ekki bara sunnudags Jesú. It's every day of our lives. Það sérhver dag lífs okkar. It's in the workplace, Það í vinnunni, in my home, heima, while I'm driving in traffic. þegar í umferðinni. You know, I keep telling my wife I need to buy a bigger car. Ég alltaf að segja konu minni, ég þarf að kaupa stærri bíl. One with bars all around. One with bars all around. Já, eitt svona sem með svona með svona hlífðar játn allt í kring. So I can just drive. Þannig að ég get bara keyrt. I agree, brother. But it's crazy. The more the snow and the rain comes, Og því meira sem snjóar og rignir, the faster we drive.
þá keyrum við hraðar. It's amazing. Þetta alveg furðulegt. So what's God saying to us? Og hvað Guð að segja til okkar? It's all about him. Þetta fjallar allt hann. This is an amazingly exciting season God has for this church. Þetta alveg afar merkilegt tíð sem að við erum í dag sem kirkja. And you know the phenomenal thing about your role in the body? Og vitið hvað mikilvægast með þitt hlutskipti í líkamanum? Sibba preached on it 2 sermons back. Og Sibba hún predikaði þetta fyrir 2 predikunum síðan. That God, Jesus, has assigned to each one of us Að Jesús hefur tilskipað verkefni fyrir eitt og sérkvært okkar. a measure of grace Það mælir náðar that is required by you sem að krefst þess að þú to fulfill your role in the body. að þú uppfyllir þína verkskipun í líkamanum. That grace is assigned to you. Sú nákvæmlega náð aðeins hönnuð fyrir þig. And as you grow in your role, Og eftir því sem þú ert að vaksa í þínu hlutskipti, so the grace moves with you. og þannig færir náð Guðs færist hún með þér. Grace upon grace. Náð á náð ofan. You're not being asked to do anything in your own strength, my friends. Það ekki verið að biðja að gera eitthvað í eigin styrkleika. Jesus has gone before us and prepared the works. Jesús hann hefur þegar farið á undan okkur. Hann búinn að fyrirbúa okkur verk sem hann vill að við vinnum að. And if Jesus tells us that he does not do anything that his Father is not showing him, Ef að Jesús segir að hann gerir ekkert nema það sem hann hefur heyrt föðurinn segja, we'd either be bold or foolish to try and do it og ourselves. þá væri við svolítið miklir hálfvitar að reyna að gera þetta í eigin mætti. Why? Af hverju svo? Now, as I was preparing for today, Þegar ég var að undirbúa mig í dag, I'm going to speak straight and plain to your hearts. ég ætla bara að tala hreint út til hjartna ykkar. I'm going to look quickly at Corinthians. Let me see. Það í Kórinthubréfinu, við skulum sjá. 1 Corinthians 13, 1. Kórinthubréf 13. kapli from verse 4. frá versi 4. Love is patient and kind. Kærleikurinn langlyndur og hann góðviljaður. Love does not envy or boast. Kærleikurinn öfundar ekki. It is not arrogant or rude. Hann reykir sér ekki, ekki raupsamur og reykir sér ekki upp. It does not insist on its own way. Hann hegðar sér ekki ósammelega og leitar ekki síns eigin. It is not irritable or resentful. Hann reiðist ekki, ekki langrækinn. It does not rejoice at wrongdoing, Hann gleðst ekki við óréttvísinni, but rejoices with truth. en samgleðst sannleikonum. Love bears all things, Hann breiðir yfir allt, believes all things, trúir öllu, hopes all things, vonar allt, endures all things. umber allt. Love never ends. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. You see, if I speak in the tongues of men and of angels, but not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Fyrsta versi segir, þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. You see, if we want to reach the lost, Þannig að ef við viljum ná til hinna týndu, we have to do it in love. þá verðum við að framkvæma það í kærleika. Not love that the world knows. Ekki kærleika svo heimurinn skilgreinir hann eða þekkir, Agape love. heldur agape kærleikurinn svo The rétt. love that God showed us. Kærleikurinn sem Guð sýndi okkur. No other love. Það engin annar kærleikur. You see, the one thing that hit me in this, Eitt af því sem að virkilega hreyfði við mér, love does not envy or boast. að kærleikurinn öfundar ekki og hann ekki raupsamur. You see, there's different ways in which one can boast. Það á mismunandi hátt sem fólk getur verið svona montið eða raupsamt. And James warns us Og í Jakobsbréfinu þá erum við minnt á that we should not boast about our business affairs. We'll go here, there, and everywhere, and we're going to generate this much income. að við ætlum að fara hingað og þangað og við ætlum að græða svo og svo mikið.
But the only boasting we should do Því að eina það sem við ættum að státa okkur af is in the Lord Jesus Christ. í Kristi Jesú. You see, we have to be cautious Við verðum að vera vandlætingarsöm. because our role in the body Því að verksvið okkar innan líkamans is a gift. gjöf. Our talents and gifts that we have to earn income Það eru talentur og gjafir sem við höfum til þess að fá innkomu. are all from God. Þetta allt frá Guði gefið. We see in 1 Chronicles 29, Í fyrsta Krónikubréfinu 1:29 when they were taking up an offering to build the temple, og þeir voru að taka samskot til þess að byggja musterið. they said, who are we worthy to give back to you? Hversu verður eru við, hvað verðleika höfum við að gefa til þín Guð? Because everything we have is from you. Því að allt það sem við höfum frá þér. It's not like you're giving anything back to God that He hasn't already given you. Það ekki eins og þú sett að gefa Guð eitthvað sem hefur ekki þegar gefið þér. So why are we boasting? Akkur eigum að vera að monta okkur af ykkur. Humility, Auðmýkt, love, kærleika, grace. náð. Another way we can boast is in our knowledge. Annan hátt sem við getum verið raupsum í þekkingu. We have to be careful that our knowledge does not puff us up. Við verðum að vera varkár í því að þekkingin okkar sé ekki að blása okkur upp. Am I saying studying the word is a bad thing? Ég ekki að segja að það sé slæmt að stúdera Guðs orð. No. Nei, alls ekki. But the knowledge that we are looking for in here En þekkingi sem við erum að leita eftir hér í ritningunni, is for me to know Jesus Christ more. það einungis til þess að við lærum að þekkja Jesú Krist meira og betur. The word from the Old Testament to the New Testament points to Jesus Christ. Allt orð ritningarna frá gamla yfir í Nýja testamentið bendir á Jesú Krist. I must want to become more like Him. Ég verð að hafa það innbyrðis að ég þrá að líkjast honum. And He was humble. Og hann var auðmjúkur. Even the Pharisees and Sadducees eventually said, we will not test Him anymore. Og fariseirnir og saddúkarnir sögðu, heyrðu, við ætlum ekki að reyna hann meira. Because He answered all their questions. Hann búinn að svara öllum spurningunum þeirra. They could not find fault. Og þeir gátu ekki fundið neitt að. And because they were envious and jealous, En af því að þeir voru afbrýðisamar og raupsamir, the shout was, crucify Him. og þá hrópuðu bara krossfestum hann. Envy and jealousy, that's what it was. Það var öfund og afbrýði. You see, knowledge is important Vissulega þekking mikilvæg, as long as it points to Christ. svo lengi sem hún beinist til Krist. It's not about us. Þetta fjallar ekkert okkur. It's not for me to sit in a room and feel important. Það fjallar ekki að ég siti hérna í sal og líði eitthvað að ég sé eitthvað mikilvægur. To sit and talk and talk and talk and talk. Að sitja og tala og tala og tala og tala og tala. No. Nei. I sit in meetings and I say maybe 3 words sometimes. Ég sit stundum á fundum og ég segi 3 orð. But those 3 words crack open shells that the Lord has been wanting to do. En þessi 3 orð, þau brjóta og opna skeljar sem að Guð vildi að ég myndi. Or they spark a discussion amongst my peers. Eða því að ræða við samverkamenn mína. But it's not about us. Þetta fjallar ekki okkur. We need to draw people to Jesus. Við þurfum að draga fólk til Jesú. And as I said earlier, be careful of the dross. Og við þurfum að varast öll óhreinindin. If the word that you're listening to is not pointing you to Jesus, Ef orðið sem þú ert að hlusta, eða hvað sem þú ert að hlusta á, ekki að beina þig til Jesú, or teaching you more about Jesus, eða kenna þér meira Jesú, then I wouldn't listen to it. þá myndi ég ekkert vera að hlusta á þetta. In love, I wouldn't listen to it. Og í alvöru, þú myndi ekkert vera að There's hlusta á so þetta. much out there. Það svo haugur af efni. Man, there's so much. Það til svo mikið þarna úti. And we don't really have that much time. Og við höfum ekki mikið tíma eftir. Our time is so important Tíma okkar svo dýrmætur. that we are even encouraged in the Bible Og við erum með þess að hvött til þess í ritningunni. to make the best use of time. Að nýta tíman okkar skynsamlega. So don't waste it on nonsense. Og ekki eyða tímanum í vitleysu. That's not pointing you to Jesus. Sem ekki að beina þér til Jesú. It's not worth it. Það ekki þess virði. Amen. Amen.
Amen. So good. Amen. So good. Amen. I just want to say a few words, and I'm going to speak in English. Ég ætla bara að segja nokkur orð, ég ætla að tala á ensku. It's so funny how God is. Það svo fyndið hvernig Guð He knows exactly what we need. Hann veit nákvæmlega hvers við þörfnumst. Me and Ali have been praying for a long time Ég og Alli erum búin að biðja í langa tíma for somebody to come up by her side. að einhver sem að kæmi við hlið okkar. Kannski betra að ég tala bara íslensku og ég nefnilega ekki I'll rosalega góð switch í over ensku. to English. Að einhver sem gæti komið við hlið okkar og borið ákveðna byrðar með okkur. That someone would come by our side and carry part of our burdens. Þegar Callum When Callum og Hanneli and Hanneli, kom í kirkjuna, they came to the church, þá fekk ég bara svona, ég nánast vissi það strax að þetta yrði samband sem yrði til frambúðar. I kind of knew right away that this is a relationship that will be for a long time. Og ég ætla bara að segja ykkur það, And I will tell you this plainly, þau hjónin, this couple, þau eru bænasvar. they're an answer to prayer. Vanda fólk, They're eloquent people, gott fólk. good people. Og þetta fólk sem ég vil hafa í mínum innra hring. And these are kind of people that I want to have in my inner circle. I'm just saying. Ég bara segi ykkur þetta. Veljum fólk vel sem í okkar innsta hring. Choose people well who you have in your inner circles. Og ég bara segja ykkur það, ég vil bara blessa Callum. I want to bless Callum. Hann yndislegu maður. He's a precious man. Já, hann segir já. His yes is yes. Nei, hann segir nei. His no is no. Já. Þú veist hvar þú hefur hann. You know exactly where you have him. We need more of this in Iceland. Við þurfum meira af svona fólki á Íslandi. Hallelujah.